Komið í sæl og blessuð og þakka ykkur fyrir að hafa mig. Þetta verður, ég er hræddur að ég get ekki boðið upp á svona mikil tengsl við Vestmannaeyjar eins og hann Ómar hérna. Mín tengsl við Vestmannaeyjar eru, já, þeim má líkja við það að ég sé 0 í tombólkassa. Þau eru engin. Ég hef engin tengsl við Vestmannaeyjar svona þannig að ég þekki fólk eða eigi hér skyldfólk. Mitt skyldfólk er eiginlega mestanpart í móðurættina alltaf að austan fjörðum og föðurættin mín, hún kemur af Snæfellsnesi og Þingeyjarsýslu og Danmörku. Faðir minn, hann hét, eins og þið vitið kannski Thor Viljámsson, hann nú dáinn, og hann, það má kannski rekja tengsl mín við Vestmannaeyjar til hans. Ég man vel eftir, hann átti góðan vin sem var Árni Jónsson reyndar, Árni Jónsson var góður kunninggi pappa, en sérstaklega var það nú Ási í bæ. Ég man vel eftir Ása í bæ við eldhúsborðið heima í Karfavogi með þessa miklu handleggi. Ég man svo vel handleggina á honum meðan hann var að segja sögur og hann var einn af þessum fáu mönnum sem að pabbi þagði meðan hann var. Hann bara þagði og hlustaði meðan Ási var að segja sögur og tala. Svo gerist það 1973 að gosið kemur í Vestmannaeyjum og það hafði bara notið endilega símann, bara eins og ég geti, bara að gera, það truflaði mig ekki neitt. Já, það sem sé gís þarna og þetta hafði mikil áhrif á okkur öll eins og alla landsmenn en kannski sérstaklega vegna þess að móðir mín þá, Margrét Indriðadóttir, var fréttastjóri á Ríkisútvarpinu og mér er þetta í fersku minni þegar hún er vakin þarna miðja nótt og með þessa bregn og hún vekur okkur og segir okkur frá þessu og rýkur svo í vinnuna og svo gerist það að faðir minn, hann fer að moka eins og mjög margir karlmenn gerðu. Hann kemur hingað til þess að í björgunarstarfið og var hér nokkra hríð að moka og sagði oft frá þessu, talaði mikið þetta mikla björgunarstarf sitt og sem var líka ærið. Ég held að hafi bjargað miklu af verðmætum og miklu af koníaki. Ég hef einmitt verið að undanförnu að svona ganga frá dótinu hans. Við erum svona að taka niður heimili foreldra okkar í Karfavogi og á vinnustofunni eða það sem að faðir minn svaf, þar var hann með svona málverkadót sem hann var með þar og náttúrulega handrit og alls konar staflar og svona trönur og málverk á trönunum eftir hann sjálfan og upp á trönunum, við erum að tala það allra helgasta á vinnustofu pappa, upp á trönunum, þarna við hliðina á rúminu, þar var gulur hjálmur sem ástendur TLH. Þetta er svona kannski það sem að hann var einna hreyknastur af að hafa gert sína daga fyrir utan náttúrulega ritstörfin og það saman. Það var að hafa verið hérna í Eyjum að moka og bjarga verðmætum og koníaki og með þennan gula hjálm. Þetta er sem sagt aðdragandinn af því að ég kem til Eyja. Svona mjög óbeint vegna þess að þegar ég er orðinn 16 ára þá langar mig að fara í alvöru vinnu sumarið. Ég var sem sagt ég var búinn með einn vetur í menntaskóla þar sem ég hafði staðið mig hraksmánarlega illa
og nú þurfti ég einhvern veginn að gera eitthvað skemmtilegt og sanna mig upp á nýtt og við ákváðum 2 vinir, ég og Eyjólfur Guðmundsson vinur minn sem nú starfar sem læknir. Við ákváðum að fara til Vestmannaeyja og vinna þar í fiski og Eyjólfur hann komst inn á Ísfélagið og ég talaði við föður minn og bið hann að tala við menn hjá Ísfélaginu sem hann þekkti og hann talaði við Björn sem þá stjórnaði Ísfélaginu og einhvern veginn var það til þess að ég komst að. Hafði til undirbúnings þessu, ég var 16 ára, til undirbúnings þessari miklu og hörðu vinnu hjá Ísfélaginu hafði ég sem sagt starfað áður við hreinsunardeild Reykjavíkurborgar þar sem við fórum á milli og tókum eitthvað drasl og það sem minnistaðist frá því sumri þegar ég 14 ára var þegar við tókum eitthvað drasl hjá kínversku kommunistunum, kínverska sendiráðinu og þeir gáðu okkur bjór og sígarettur. Og ég hafði þar áður starfað, lagt gjörva hönd á starf hjá unglingavinnunni. Ég hafði sem sagt verið á golfvellinum, Grafarholti, svona að hengilmænast. Við svona hengum þar og áttu svo að heita að við værum í vinnu. En til allra hamingju fannst á miðju sumri svona golfkylfa sem einhver hafði gleymt. Þannig að þá gátum við loksins haft eitthvað að gera það sumar. Við vorum sem sagt í golfi. Ég var í golfi alltaf sumar. En þetta var sem sagt undirbúningur minn að ég koma hingað í þann vinnumóral sem ríkti hér. Það var að hafa verið í golfi í Grafarholti. Og ég kem sem sagt hingað og ég 16 ára gamall og fyrir Reykjavíkurstrák sem að hefur verið í menntaskóla þá var það svolítið mál að koma hingað. Það voru svona hér var ákveðin menning sem að maður hefði ekki kynnst í sínu umhverfi. Ég segi ekki, ég vil ekki kannski nota þá að ég hef verið einhverju vernduðu menntamanna umhverfi vegna þess að ég var náttúrulega bara svona vogastrákur eins og Bubbi og en náttúrulega ekki alveg jafn mikil töffari og Bubbi en hafði séð svona töffara eins og Bubba og það var allt fullt af þeim í Vogunum og allt fullt af alls konar fólki í Vogunum og það var ekki sem að vera inn í einhverjum hjúpi en maður hafði ekki verið í svona miklu návígi við náttúruöflin áður þegar maður kemur hingað. Við skulum orða það þannig. Og svo kem ég hingað á verbúðina hjá Ísfélaginu og eins og þið vitið þá verbúðin sérstakur heimur út af fyrir sig sem hefur í rauninni bara laus tengsl við sjálft bæjarlífið. Hér á verbúðinni var alls konar fólk þá af öllu landinu, mjög margir úr Reykjavík náttúrulega og alls konar fólk af öllu standi og af öllu tæmi. Mér mjög minnisstæð fyrsta nóttin mín hér á þessari verbúð. Eyjólfur vinur minn, hann var komin að undan og hann var með manni á herbergi í verbúðinni sem var frá Grundarfirði og þegar ég kem helgi til að vera í þessu sami herbergi þá var þessi maður frá Grundarfirði með delirium tremens og ég hafði alveg séð drukkið fólk áður. Þið með ekki skilja það svo að ég hafi aldrei séð drukkinn mann. Það var alveg drukkið fólk í Vogunum. Ég man eftir drukknum mönnum í Karvavoginu meira segja sem voru komið heim til sín fullir á virkum dögum jafnvel. En ég hafði aldrei séð einhvern veginn svona drukkinn mann eins og þessi var og hann var ekkert mikið eldri en við.
Og Egill sagði mér þá að hann væri þessi maður á 50 ákavítisflöskunni þá helgina. Hann drakk venjulega 7 ákavítisflöskur á helgi. Og það tók hann í svona, eftir helgi þá tók hann sér yfirleitt frí á mánudögum, þessi maður. En svo mætti hann til vinnu og var víkingur til vinnu, hörkuduglegur og honum hefur áreiðanlega farnast vel í vinnunni. Eftir þetta, við vitum það ekki vegna þess að eftir þessa helgi, þegar hann fékk delirium tremensinn, þegar ég var að koma þarna og talaði tungum, hann gerði það, þá mætti hann ekki til vinnu á mánudegi þegar við fórum til vinnu og ekki heldur á þriðjudeginum. Og svo þegar við spurðum hann, við fórum í pásu eftir vinnu, við spurðum hann hvort hann ætlaði kannski að mæta morgun í vinnuna á miðvikudeginum. Þá sagði hann nei, hann ætlaði ekki að gera það, hann ætlaði að sitja í herberginu sínu þangað til hann yrði rekinn út. Og þetta gerði hann. Og hann bara satt þarna á rúmstokknum og svo var hann rekinn út og hann fór bara heim til Grundarfjarðar og ég vona hann sé þar enn og ég vona hann hafi hætt að drekka. Það var sem sagt það einhvern veginn ekki hægt að orða það öðruvísi en þannig ég veit ekki hvort pappa og mamma gerðu sér alveg grein fyrir þessu en ég var sem sagt þarna í þessari verbúð. Ég var 16 ára gamall og ég var kominn í ríki Bakkusa. Það ekkert hægt að orða það öðruvísi. Ég og Egill vinur minn við til dæmis þurftum einhvern tímann að blanda fyrir mann sem var í landlegu og var uppskroppað með ákavítið. Ákavíti var helsti drykkurinn, ákavíti í appelsíni, ákavíti í kóki og ákavíti í alls konar drykkjum. Og hann hafði orðið uppskroppað með það en hann hafði orðið sér út rakspíra og við þurftum að blanda þennan rakspíra í appelsíni. En þetta var smekkmaður og leit ekki við öðru en péru og ber. En sum sé, það var alls konar fólk þarna á verbúðinni, mér það minnistætt. Ég man eftir, já ég átti eftir að segja það fyrir gefið. Þetta er bara árið 1974 sem ég var hérna. Eiginlega bara 6 eftir gos. Og allt hér á fleygiferð í uppbyggingu og það fullt af fólki í bænum og það mikil svona uppstreymi í mannlífinu og mikil stemning í bænum. Ég man það mjög vel og þetta var óskaplega skemmtilegt sumar. En ég sem sagt með minn bakgrunn frá golfvellinum og úr hreinsunarstarfinu hjá Reykjavíkurborg, það voru svolítið viðbrigði fyrir mig að vakna klukkan 7 á mótnana til að fara og vinna í móttökunni og vera til 7 kvöldið að vinna í því og sko þegar ég heyrði nokkrum árum síðar Bubba Morsteins syngja 1000 þorskar á færibaldurinn þokast nær, þá vissi ég alveg hvað hann var að tala og mér fannst hann kannski frekar vera að draga of mikið úr þessu. Og svo var kannski kvöldið var kannski uppskipun eða á saltfisk eða eitthvað svona vinnu kvöldið, þannig að þetta maður vann mjög mikið þarna 16 ára og kynntist alls konar fólki. Ég man eftir rakara frá Reykjavík sem héti Jónas, skemmtilegu náungi, sem var alltaf að hlusta á píanókonsert Tchaikovsky númer 1 mjög hátt. Þannig að það glumdi alla verbúðina þegar maður kannski kom á föstudegi eftir vinnu, þegar maður kom inn á verbúðina þá glumdi þetta alla verbúðina þessi píanókonsert. Hvort kannist við það? Bam, 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 bam. Þannig að þetta var svona það var drama í loftið. Og þarna voru kannski skipbrotsmenn úr Reykjavík sem höfðu lent í klóm Bakkusar en svona héldu sér á floti þarna. Og þarna voru ólýsanlega sætar stelpur sem voru stelpur sem bjuggu út í bæ en þær voru
ósnertanlegar með öllu fyrir okkur. Þó maður náttúrulega færi á böll og svoleiðis. Mér einn maður minnisstæður, kannski minnisstæðastur af öllum, frá þessu sumri, af því góða fólki sem maður kynntist hér og hafði alls konar áhrif á hann. En það var einn maður sem svona kemur upp andlitið á alltaf þegar ég hugsa þetta sumar, ég minnist þessa tíma. Og það var Einsi Klink. Ég sé hann fyrir mér á balli, þar sem Logar að spila og hann að syngja eitthvað lag með Fats Domino. Og ég sé hann fyrir mér þegar við vorum að spila, við vorum gítara og við vorum alltaf að spila svona blues og alls konar. Og við vorum að spila líka Megas, sem þá var ekki mjög mikið tekinn, en við vorum að spila lög af fyrstu plötunni hans. Og Einsi Klink hafði óheyrilega gaman að Megasi. Hann var að láta okkur syngja þetta fyrir sig aftur og aftur, og sérstaklega lagið aftökuna á Jóni Arasyni, sem hann hafði alveg einkennilega mikið gaman af, og það var ekki fyrir löngu seinna sem ég frétti að hann væri svona skyldur biskupnum. En það var ein lína alveg sérstaklega sem hann lét okkur syngja aftur og aftur, og ég sé Einsa Klink fyrir mér þar sem hann að tauta með sjálfur sér þessa línu og fara með hana aftur og aftur, hún finnst hún svo góð. Og það línan: en þeir sörguðu á honum hausinn, herra minn trúr. Ég sé hann fyrir mig líka þegar við vorum að horfa á þjóðhátíðina sem var hérna á Þingvöllum, þar sem öll fyrirmennin voru, og öll fyrirmennin voru svona klædd í kjól og hvítt, alþingismennirnir, og þeir eru að labba upp á einhverja senu og við verbúðarlýðurinn erum að horfa á þetta. Þá segir Einsi Klink stundarhátt: sjáðu þessar mörgæsir. Hann súmeraði þetta upp algjörlega, og ég síðan ekki getað horft á menn í kjólfötum öðruvísi. Og loks, nú þegar ég hætti þessu, ég sé hann fyrir mér, Einsa Klink, þegar hann, þetta var á þeim árum þegar meðan hann var enn í klóm Bakkusar. Svo frétti maður af því síðar að honum hefði tekist að losna úr þeirri ánauð og átt góð ár án og laus við það. En hann, sem sé, hafði tekið dálítið góðan drykkjutúr einhvern tímann, og svo hann að mæta aftur til vinnu, og ég sé hann fyrir mér eftir, hann að mæta til vinnu eftir hálfsmánaðar úthald á Galeiðu Bakkusar, en að mæta aftur, og hann að fara í stígvélin sín, slorugu stígvélin, og hann stynur svona stundarhátt í sjálfum sér, og svo segir hann: mér líður eins og núlli í tombólukassa. Þetta besta setning sem ég hef heyrt til þessa dags. Hún svo djúp og flott, og hún segir svo mikið bara tilveru, og það, já, bara náttúrulega það að vera timbraður. Það segir allt það, en ég hef stundum hugsað það eftir á að ég var einhverju leyti hérna í Vestmannaeyjum eins og núll í tombólukassa, ekki bara í þeim skilningi að ég þekki á hér engin tengsl, eins og ég nefndi á hann, heldur líka að ég var innan alla þessa vinninga. Í tombólukassanum svo mikil verðmæti, það sem mikil verðmæta sköpun í tombólukassanum. En ég var ennþá bara 16 ára strákur sem hafði starfað eitt sumar áður á golfvelli og var enn ekki orðin neitt, og var ennþá bara núll í þeim tombólukassa. Ég held að það hafi verið
eins og ég sagði áðan, þá var það svolítið mál fyrir sumarstrák úr Reykjavík að vinna í frystihúsinu og ekki bara í því að það væri vinnuharka og maður þyrfti að virkilega standa sig. Heldur var þetta til þess að móta mann, gera úr manni mann. Ég varð maður hér á því að vinna þetta sumar hjá Ísfélaginu og fyrir það er ég þakklátur. Takk fyrir.